Já, Já, halló. hæ, Hæ. hvað segir gott, Kristbjörgur? Skýtsamlegt bara. Skýtsamlegt. Já. Þú er svolítið þvalur í dag. Ég er hundveikur. Þú ert hundveikur. Hundveikur. Ói. Eftir, er það kvef eða? Já, ég er svolítið með kvef akkurat núna út af bóluefni. Já, þú ert með svona sprautukvef. Sprautukvef, já. Já, það er rosalega næs. Og ég bara búin að vera ónýttur núna í 2 daga. Já. Og bara ónýttur. Og ert þú bara að deyja? Ég er bara, ég held að þetta sé sko, svo Spiderman og öllum ofurhundu myndunum. Já. Það verða þeir ógeðslega veikir áður en þeir fá kraftin. Já. Ég er bara í þeim stað Já. að ég er ógeðslega veikur og svo rís ég upp frá öskunni með einhvern ofurkraft. Já, ég held þú verður svona ass-man. Af hverju ass-man? Bara, ég sé fyrir mér Gast ekki hugsað um einhvern betri ofurkraft en það? Ég bara sá fyrir mér rosalega fallegan spandexskalla og bara sem svona sýnir barminn voða vel. Nei, mér langar það ekki. Hvað langar þig? Ég langar bara að fljúga eða að lyfta ógeðslega hlutum eða eitthvað. Já, út af stór. Já, skilurðu, veist. Eða geta verið ósynlegur eða eitthvað. Já. Einn daginn með það gerast. Sko, ég þarf að gerast núna hjá mér. Ég er veikur, skilurðu. Ég er bara að upplifa drauminn, sko. En þannig, já, þú mátt ekki smita mig. Ég er ekkert smitandi, sko. Ég er nýbúin að vera veikur sjálfur, sko. Hvað er búin að hrjá þig? Ég var bara með rosalega mikla drullu, sko. Drullu? Já, bara upp og niður og allir pakkin, sko. Hiti og bara allir kókteilinn, sko. Æi. Og já, svo var vinur okkar, hann Jón, bauð mér á tónleika. Já. Sem var rosalega gaman. Og ég gat samt ekki notið mínu og vel. Nú? Út að ég var bara degi í maganum allan tíman. Og svo var ég á þessum tónleikum og Jón og konan hans voru bara, hvað er hann ekki að gera neitt? Hann ekki að gera? Ég bara sat þarna og bara ógeðslega svona jugga mig smá til að vera í einhverjum feeling. Já. Og svo kemur hún inn að konan hans og svona pikkar í mig til að standa upp. Bara, ok, standa upp. Og svo er ég bara eitthvað, hei, svona eins varlega og ég get. Já, þú ert samt ekki þekktur að vera mikill dansari á skemmtunum, sko. Nei, en ég er alveg hoppari á tónleikum, sko. Hoppari? Já. En hún er ekki að dansa. Nei, ekki nema þegar ég er komin mjög vel í glas. Þá byrja dansin, sko. Þá byrjar dansin. En þarna var ég bara degi í maðunum og ég var algjör partypúper, sko. Hei. Já. Talandi það, ég átti minn fyrsta svolit í gær, sko. Já, svolit hægðir. Já. Og ég var svo glaður að ég bara svona beygði mig fram og sagði bara halló. Já, það. Gaman að sjá þig. Já. Búin að sakna þín. Já. Og já, það var vikan hjá Óskari. Já. Síðustu viku. Já. Já, ég er að keyra á Volkswagen Polo líka. Nú. Ég hvað kallast þetta? Bílleigubíl. Já, akkurat á bílleigubíl. Hondan er loksins komin í viðgerð. Já. Verður tilbúin á morgun, búin að vera alla vikuna í viðgerð. Alltaf. Og þannig bara, þá er ég búin að vera á Polo-bíl bara allan tíman. Já, og hvernig líst þér á að vera Polo-bíl? Hann er fín, hann er beinskiptur. Óskar keyrir ekki beinskiptabíla. Akkur kannski ekki fengið sjálfskiptan bíl? Hún sagði að þeir væri búnir. Ég trúði ekki alveg. Ég gæti þetta alveg trúið því að það er komnir alveg fullt af túristum á landið. Já. Og þeir keyra bara á sjálfskiptan bílum. Já, ég hlýt þá að vera túristi. Já, það er meira af Amerikunum sem keyra á sjálfskiptum bíl heldur en beinskiptum. Já. Held ég. Skiljanlega, sko. Segir sagan. En vikan mín, Óskar. Já, ég hef svo sem ekkert meira að segja með vikuna mína, sko. Já, og þú varst bara svo að segja póló og eitthvað. Já, eina sem ég vantar er pólóbúlur. Já. Þá komplíta ég rútinuna. Það? Já. Áttu ekki hondu eða svo farið þannig ból? Nei, bara svona pólóbúlur. Já, ég veit að þið brandar hjá þér en hann er virkilega lélegur. Æ. Því miður, Óskar. Það varst búin að hugsa þennan lengi, eða?
ég var búin að hugsa það lengi að ég gleymd honum sem komst með þetta aftur og það voru til hring Já. Og hvernig var veginn þín? Ég fór til Hólmavíkur síðustu helgi Já, og alltaf á flakki bara á föstudaginn var spáð óveðri á Vesturlandi alveg appelsínu gul viðvörun Já, mann eftir því við vorum þar í þessa viðvörun og við áttum sérst að gista í tjaldvagni og það var rosalega mikið spáð bara við það náttúrulega óveður og við sáum aldrei óveðrið Nei, þetta var bara veður sem kom aldrei Héldum við, Óskar Já, við vorum farin að sofa klukkan sofnum eitthvað 2 nóttina og svo klukkan 5 þá bara skall mikið óveður á Já, og það endaði með því að við þurftum að flýja inn og pakka saman tjaldvagninum gaman og það bara ég var ekki að segja flestu til og pakkum honum saman og það tók alveg klukkutíma þannig klukkan var svona 6 ég bara sofnaði ekkert eftir það ég svaf bara 3 tíma nóttina og ég bara var bara svona með störu og ég bara hef ekki gert þetta í langa tíma Pakka niður tjaldvagni Nei, að bara sofa lítið Já en svo var hamingjudagur á Hólmavík og við nutum okkur á þeim við gerðum ekki neitt held í hamingjulegt þarna Nei Það fer bílinn í gang Þetta er pólóan að keyra í burtu Já En Óskar Varstu hamingjusamur? Helgina Á hamingjudöfum Já, ég var alveg hamingjusamur en ég tók ekki neitt þátt í hamingjunni Jú, það var uppistand með Ara Eldjárn og Sögu Garðars á Hólmavík Já og það var bara mjög skemmtilegt Voru ekki bara heldig góður? Jú, þau voru bara mjög góð Ari Eldjárn er keisa þetta á því Ég veit það ég veit það, Óskar minn Þú þarft ekki að segja mér það Þú hefur sagt mér það held í nokkur sinnum áður Það þurfa allir að vita og svo náttúrulega fór ég heim og átti frí á mánudeginum Já og 3. dagurinn fór ég það að fara í vinnuna fá sprautu og ég var bara ónýtur Þú varst bara átt leið eða bara kvöldið eða? Nei, ég mætti vinna morgunin á miðvikudeginum Já og svo var ég bara og hringdi ég manni minn bara ég bara búinn hún bara ok, séð á morgun ég bara já, ok, ég fer bara heim fyrir að sofa og snæða að sofa þetta úr mér og vakna bara og mæti hressiskattur í vinnun á morgun sem í dag og ég bara ennþá og ég bara lifi á verkeftöflum og reyna að ná þessu úr mér Og hvað er að hrjáðið nákvæmlega? Ég með feitt kvef Það er bara svoleiðis Kvef og svona skýjaður í haustnum og þannig Já, það er rosalega gaman sko Já, Það er rosalega gaman En Óskar, við erum komnir hingað til að tala um Íslandpóland.is Það eru styrktaraðilar Það eru styrktaraðali þáttarins okkar hérna 2 loðnir Mikið rétt og ertu eitthvað að kíkja á Íslandpóland.is? Ná, þeir eru að selja kofa Já, við held ég að við búin að fara yfir það svolítið mikið en þeir eru að selja allskins hluti og ég mæli með að kíkja á Íslandpóland.is Endilega En við erum komin hingað enn aftur Já En eina vikuna Nákvæmlega og ég held að þetta sé þáttur 40 hjá okkur Ég held að sé 39 Er það 39? Já Það er ekki alveg örugt Leð mér að sjá hérna áður við þeir Áður nú degið Þú ert náttúrulega svona Já, við erum með 39, það er rétt hjá þér 39 og við erum bara komin þó nokkuð langa leið með þetta Já, bráðum konur í 50 bara 40 næst Já, það er svona Ef þú hugsa þá Ef þú ert komin í 50 þá 50 viðbútt þá er það 100 Já En við erum í 39 Já En við erum svona ekkert komin líka þú verður að segja eitthvað ég er bara bullandi hérna ég er fucking veikur Já. Þú verður að stýra þessum þætti Það er ég að stýra Ok Ái Ekki hendi mig Jú Já 39 ára gamlir þáttur 39 ára 39 ára Nei, ekki ennþá Nei. Það er gaman Það er gott að vera árið 39 daga gamall Hvað er ég að segja? Nú er ég að byrla Hættu Bara eittir og Í dag ætlum við að tala um geimverur Geimverur Því að ég held að ég sé geimvera Þú ert geimvera Ég er stór skrítin Nei, sko Við erum öll
geimverur, ef þú ert vera í þessum geim já, já, þá ertu geimvera. algjörlega, mér finnst það En ég hugsaði með mér, ég fór svona að hugsa vandamál varandi geimverur, Óskar, já, og ég fór að hugsa hver á að taka móti geimverunum þegar koma til landsins. Við þurfum að, okkur vantar eitthvað fulltrúa, svona alheims fulltrúa til að taka móti geimverunum. einhvern veginn held ég því meira að Joe Biden myndi bara taka við þeim ef þeir kemur morgun sko. Já, ég væri til í Jón Gnarr. Jóngnar, Já. Ég væri til að hann myndi taka móti geimverunum já, ef við myndi velja einhvern, sko. hann er líka bara svona blessaður strákar, kunnið þið íslensku? Nei, ég skal kenna ykkur og Já, já, hann væri einmitt þannig. já, Hann talar, Jón Gnarr talar samt ennsku, sko. já, er það? Ég veit ekki okkur, sko, ef þetta eru geimverur þarf maður að tala ensku við, af hverju tala maður alltaf ensku við geimverur? Ég veit ekki, ég myndi bara að reyna að finna eitthvað tungumál úr Star Wars eða Star Trek og láta reyna á það. Já, heldur það að vera eitthvað betra? Já, það myndi bara að segja Kuala Lumpur og já, Ef þú myndir hitta geimveru Já. og hún er og hvað ætlað þú að segja á geimverun á móti? ég held að ég myndi samt reyna að tala í myndum eða táknmáli eða eitthvað, ég myndi reyna svona já, vera með myndir, ég veit ekki Myndir þú taka við hitt bara YouTube eða svona GIF og vera bara halló, ég er hér og bara í GIF-um hérna eins og Messenger. ég myndi allavega reyna að tjá mig bara að sína þeim einhverja myndir, bara svona gerum við en síðan alltaf veit maður ekkert ef það væri kannski illar eða góðar. Já, Það sem talaði sko kannski geimverur að líta á okkur eins og við lítum á ánamaðka. Þetta er bara eitthvað svona já, við erum sko, það getur alveg verið, við erum bara nobodies, við erum bara eitthvað mest heimskasta plánetan í sólarkerfinu. það er einmitt hérna svona þýri sem að fólk hefur haldið að geimverur er ekkert að spá í okkur mikið út að þeim finnst við ekki vera tilbúin til þess að vera partur af þeirra samfélagi. Já, ég hef stundum hugsað að við séum bara, við erum tilraun bara hjá einhverjum geimverum sem bara plana það að gera kynstofn á jörðinni og sjá hvernig það plummi sig. Sjá hvernig það þróast. Ég held að gangi svona 55% alltaf læg. Já. En það þarf að bæta hinn 45%, slaka þess á eins og ég er alltaf að tala Sko, úst, ég held að við munum aldrei fá heimsókn frá einhverju plánetu þar sem að við erum með fullt af ríkjum sem er ekkert vinir, við þurfum bara að vera ein heild. Algjörlega. Jörðin. Ég myndi held að með internetinu og fleira, nei, ég held að ég er bara að pulla núna. Ég ætla að segja að ég held að með internetinu þá séum við alltaf svona verða eins meira ein heild. Já. En síðan eru náttúrulega þessir gæjar út í heimi sem að vilja bara drepa fólk. Já, og við þurfum að ná einhverjum frið, vera vinir. Vera bara vinir og slaka þess á. Og taka móti geimurum. Já, ekki taka öllu á alvarlega og bara þú og ég vinir og allir bara góður. Svo eru bara staðir bara á jörðinni eins og Norður Kórea sem bara vill ekki vera með. Nei. Það er bara það vill ekki vera með í jörðinni. Nei, þeir ættu bara að búa tunglinu eða eitthvað. Þeir búa nánast á tunglinu, sko. Já. Það er, sko, fólk er að smygla USB-lyklum í Norður Kóreu svo að þau myndir sjá einhverja bíómyndir eða eitthvað efni frá öðrum löndum. Það er rosalegt. Og svo ef hann er gripinn þá er hann bara gripinn. Já, bara ég held að sé ekki einu sinni fangelsis dómur eða neitt. Nei, það er bara búið. Við vitum ekkert hvað er í gangi þarna. Nei. Það er túrismi þarna, veit ég. Já. Og þetta er sko, ég held að Norður Kórea sé bara geimverur. Já, það meinar. Ég gæti alveg trúa því að það veit engin eitt um þetta. Og túristinn, það er bara, hann fer í gegnum skipulagða ferð Norður Kóreu. Já. Það sem hann sér ekkert hvað er raunin og er í gangi, hann sér bara svona glamúr myndir af Norður Kóreu. Já, ég held mér þess að líka að þú sko, þegar þú ferð þá fara held ég í gegnum allan símaðinn til að gá hvort þú hafir tekið einhverjar skrýtnar myndir eða eitthvað. Þannig að það er bara bannað. Það er ógeðslega skrítið. En geimverur, Óskar. Já. Ég er að horfa núna þætti sem heita Third Rock from the Sun. Já, Third Rock from the Sun. Og það eru svona, þetta eru grínþættir geimverur á jörðinni. Já. Sem er að reyna að koma sér inn í samfélagið. Ok.
Hljómar áhugavert. Þetta er bara mjög fyndið og mjög skemmtilegt en þau eiga rosa erfitt með að skilja skilja okkur að því að við erum með tilfinningar, við erum ást og svoleiði sem þau kunna ekki á og eru raun að læra á það. Heldur að það geti verið vandamál fyrir geimverur að fatta hér á Íslandi? Nei, Íslandi. Hér á Íslandi, hér á jörðinni. Ást og svoleiðis? Já, rauninni bara tilfinningar. Man alltaf hefur ekki hugmynd hvernig það virkar en ég held að allar geimverur séu svona beygðar svipað eða þú veist geti segjum bara jörð einhvers staðar út í heimi þá er bara til blátt fólk og í rauninni eini munurinn á mér og þér eða okkur og þeim er að þau eru blá en þau eru alveg eins og mannverunar þau svona lúkka semi-human en eru bara blá þetta er svo avatar ish einhvern veginn svo leiðis segjum bara meðalhæði bara 2 metrar og mjóur og slank, rosa flottir og ég held að allir séu með svipaða svona byggð þú veist, hefur þessar tilfinningar og pælingar ég held að við séum örugglega meira eins heldur en ekki kannski er einhver planta sem er eðlufólk og það kannski tjáir tilfinningar öðruvísi kannski með snertingu ef þú snertir mannskjuna getur hann bara hugsað eða lesið hugsanir bara með snertingu við höfum haft margar getgátur geimverur og bara skiljanlegt þetta er bara stórfurðulegt og við vitum ekkert þetta og þetta er bara búum það til og maður hefur náttúrulega séð eitthvað myndir á YouTube og þetta en svona uppáhaldi mitt það er, veist hvað bíómynd Coneheads er ég hef ekki séð hana en ég veit hvað það er þau eru þetta er bara fjölskylda og þau éta rusl þau borða sofastandandi og eru með bara fullt af svona stóru svona, eins og bara hákarla tennur nice og eru þau stunda kynlíf með því að snerta kónin saman það er fallegt og þau eiga þarna litla stelpu og hún fer í svona skóla og er bara voða vinsæl og hún var að hitta eitthvað strák og þau ákveða að stunda kynlíf og hún fer með hausinn sinn að hausnum hans og hann fær bestu fullnægingu ever bara hann gæti ekki bara hann var bara heimur hans bara splundraðist skilurðu og hann var bara rauninni geðveikur eftir það ég held að hann var bara orðið bara keksruglaður og var bara gæti ekki hægt að hugsa þetta skilurðu því að hann fór bara einhvern veginn í hans bara huga fór hann í aðra dimension og eitthvað blati bla það er alveg fyndið, ég veit ekki hvað ég fór þangað ég er náttúrulega veikur þannig að ég er svolítið erfitt að tala ég skil hvað það meinar ég er alltaf veikur þannig ég bara reyna að fylgja ég les varir og reyna svo að segja eitthvað þannig að voru við báðir þannig en svo eru þættir af hverju ég tala þættir þetta er alltaf en mér langar bara að skjóta inn í á þess að trufla það ómikið út af það er þetta að hugsa núna ég held að þetta væri svona barnamynd þetta er ekki barnamynd hún er svona úlinga fjölskyldumynd og þetta er ekkert en alltaf það er ekkert kynlífsatriði þau eru ekkert að fækka fötum eða eitthvað svoleiðist þau eru bara og það gerist eitthvað börnin eru bara skilja ekkert í myndinni og úlingandi bara og fullan hólki bara þannig að það var ekkert það er ekkert neinn kynlífssena nei, þetta er ekkert það sem að þú far þegar maður eins og maður horfa kynlífssenu með foreldri sinni maður bara já það er vest í heimi þannig að maður svona og svo svona og svo bara hei já, þú varst að fara að tala þætti X-Files, hefur hort á það? Ég kannast við þímsvangið Helga er skítrætt við lagið það var í gangi þegar við vorum bara börn ég man eftir að ég stalst til að horfa á þetta með fjölskyldunum minni með því en ég þurfti alltaf að halda fyrir augun
Já. og svo gerði ég alltaf svona sko, svona kíkti sko, Kíkti í svona til að sjá hvað var í gangi og ég sá ég eftir því Já. Af því að þetta voru hreint og bind bara ógeðslega þættir. Það er svoleiðis. Já, en ég mæli með að horfa á þetta í dag af því að þetta er ógeðslega fyndið. Já, Þetta er ekkert sérlega vel gert. já, léleg atriði eða svona Já. special effects og svona. Já, en sumt er alveg mjög vel gert og þau eru að rannsaka náttúrulega svona óeðlilega hluti Já, eins og geimverur. eins og geimverur. Já, ég er nefnilega, trúir þú á geimverur? Já, þú veist, ég trúi ekki, sko, ég veit að það hlýtur að vera eitthvað til. Það er nefnilega málið, út að þetta er svo geimurinn okkar, minn og þinn, hann er svo hrikalega stór. Já, Ég var bara að teka á sjóðan. Sko, hvað er þetta? Já. Geimurinn næri yfir 46 miljón ljósár bara þess að við sjáum. hvað er ljósár mikið? Ekki skal það teka því. Já, þetta næri yfir 50 biljón þumlatök og maður bara, Já. hvað er þumlatök? Þumlatak. Já, Já, hvað er ljósár, Óskar? Hvað er það langt? Þú þarft eiginlega að googla það út af því að ég er ekki með síman. Já, En ég er að segja það, 46 miljón Já. ljósár. á ég að vera að geta hissa á því. Já, þetta er bara, wow. Ég trúi því ekki það er ógeðslega mikið. Það er klikkað. Já. Og í þessum sjáanlegum geimi, whatever, Já, það eru að talaðið að sé annarkvort 200 milljarðir til 2 triljónir vetrarbrautir. ok, nú veit ég hvað það er mikið, skilur við. Já, vetrarbraut er mjög stórt. Já, Við erum í The Milky Way sem er geð súkkulaði. já, En sko Milky Way, það sem við erum búin að finna eru meira en 500 sólkerfi. Sólkerfi er svona sólin og allt upp í Plútó, skilur við. Það er Já. okkar sólkerfi. Og Plútó er ekki til, eða veist, það er ekki plánað. nei, það er svona mótmæli þar í gangi núna. Já. Þeir vilja vera að plánda. Það er eitt ljósár, Óskar, er 9,5 í 15. veldi metrar. Það segir mér ekkert. Já, það er 9,5 í 12. veldi eða sinnum 10 í 12. Þannig að þetta er ógeðslega langt. Þetta er ógeðslega stórt. Og ef við erum að tala segjum þetta bara 2 triljónir vetrarbrauta og það er örugglega biljón sólkerfi í hverju einu sem vetrarbraut. Já. Það bara getur ekki verið að við séum einn, sko. Það bara meikar En ekki af hverju er ekki búin að finna okkur og segja bara, hæ, við erum geimurur, hérna, fáið þið hérna batteri. Fáið batterí. Vá. Ótrúlega. En það er náttúrulega talað um það að geimurur hafi verið, sko, eins og Egyptaland. Já, byggt píramidana og svona. Og fleira. Mér finnst píramidinir magnaðir út af því að það voru einhverju vísindamenn að tala um að með nútíma tækni er ekki hægt að byggja svona píramida. Skil ekki alveg hvernig það meikar sens. Ég get gert þetta úr Lego-kubbum, sko. Já, þú veist, nútíma tækni er þetta ekki hægt. Ég bara, blub, víst, halló. Halló. Gerði þetta í Minecraft alltaf? Já. Shit. Þannig að, já. Ég veit ekki náttúrulega, þetta voru kubbarnir Já, sem voru settir svona rosalega renni sléttur og fallegir kubbar einhvern veginn ofan á eða eitthvað. Já. Og svo var gull á toppnum og eitthvað. Þetta var rosalega flott þannig að einu sinni. Já. Svo komið ræningjar og tóku þetta allt saman. Já. Þannig var þetta bara. Og kannski við áttu gerðu þetta svona leysi geislar eða eitthvað. Já. Já, Nákvæmlega. ég held að það hafi verið bara einhverju miðstöð af svona geislar setja skilabúti í game og við erum bara við erum tilraunaverkefni sem gleymdist, held ég. Það er enda góð kenning, eða góð pæling. Já. Ég allan að persónulega held að þau bara vilja ekkert með okkur að hafa þetta því að við erum svo á þess að hljóma depressing, við erum bara eitthvað svo leiðilegu í hvort annað. Við Eða, erum þú veist, óspennandi. ef við getum ekki unnið saman allt mannkynni skýrur þá er bara mjög erfitt fyrir einhverja aðra að vilja koma og bara, hei, við erum actually bara Reisa Society með
Citadel og Mass Effect og allt í gangi og þið bara eru velkomin að vera með en út af því að það er ekki svoleiðis þá... en ég held að sko, hvað eigum við að gera ef það kemur einhver geimur og ráðast á okkur hvað erum við að fara að gera? Ef það væri svona innrás Já það margar útgáfur af þessu, það gæti komið einhver gæi með Death Star og bara sprengt okkur strax þá væri ekkert hægt að gera sko. Nei. En kannski erum við bara mest þróaðasta plánetan af öllum, við erum að vinna þetta reis. Það er líka góð pæling sko. Kannski eru bara ógeðslega margar plánetir sem eru bara ennþá í hellisbúa tímanum sko. Og ég veit ekki hvort ég trúi því sko. Ég held það. Já. Sko, það hlýtur að vera einhver búin að, maður sér samt UFO svona sightings og eitthvað svoleiðis fólk hefur séð ljós í himninum sko. Ég einmitt ætlaði að spyrja hvort þú hafa einhvern tímann séð UFO eða hvort þú haldir að hafa einhvern tímann séð UFO. Nei. Ég lendi í þessu bara í fyrra sko. Mér fannst þetta rosalegt. Þetta var á Selfossi bara ég veit ekki, klukkan var 10-11 eða eitthvað kvöldið. Já. Myrkur og eitthvað. Ég var að horfa eitthvað stjörnuhimininn og þú veist að þegar þetta horfa út í game veistu hvað af þessum stjörnum er Mars, svona semi? Nei. Ég þekki hana aðalega út frá því að hún er pínulítið stærri en allar hinnar og hún er pínulítið rauðleitari heldur en allar hinnar. Kannski er ég bara að klikka þar, ég veit það ekki. Ég náttúrulega... Googlar þetta eða er þetta bara eitthvað svona þarna er Mars? Þetta er bara eitthvað sem ég var alltaf að horfa á heiminin með pappa á nóttunni og svona. Hann er bara bull í þér sko. Nei, ég held ekki sko. Hann er bara exi hann, þetta er Pétur, Jónatan, Mars. Og þú veist, Mars. Wow. Og nú veit ég alltaf hvað Mars er. Nú veit ég allt gamein. En þetta var svona bara einhver nótt. Og ég var að horfa út í game og ég sá svona ekstra rauðan debil og það fyrsta sem ég hugsaði bara hvað Mars er eitthvað ekstra rauður í kvöld. Já. Það var það sem ég hugsaði. Okay. Og sem breyttist punkturinn í bara svona rautt strik. Já. Og svo bara var að farið. Já. Sem bara punktur, strik þetta er að náli prik. Já. Nei, ég alveg talað, það var bara rauði blettur svona eins og stjarna á stærð sem bara breytist það í svona strik svo bara var farið. Já. Og þá var ég bara þetta var skrítið. Já. Og núna og hvernig líður þér núna þetta? Bara vel sko. Já. Nei, mér fannst þetta ógeðslega magnað því að breytti þetta eitthvað sjóniðinni og þú bara settir áhlatt á hausinn og bara það er verið að fylgja mig það er verið að fara að drepa okkur. Nei, það fór ekki út í það en ég hef alltaf trú á geimverur sko. Já. Ég held að það séu til, það séu einhvers staðar núti. Já. Fylgjast með okkur og býða eftir að við séum game. Það við séum game? Já. Að vera út í game. Já. En núna vera að setja gameskip og skullur og svoleiðis út í game. Já. Óskar. Er þetta erfitt? Þetta er erfitt að tala. Já, ég er svolítið stíplaður og hausinn minn er svolítið stíplaður líka og ég bara persónulega hef ég búið að lítið að vera að hugsa umræðinni þáttarins í vikunni. Stundum gerist það bara. En gameverur og gameskip. Gameverur og gameskip, já. Hvenær heldur þú að mannfólki er að fara út í game, skilur þú? Við erum náttúrulega... Já, veist að fara bara... lengst í burtu. Já, bara búa út í game, kannski. Búa Mars. Við gætum orðið vitnað einhverju smá... Já, á Mars. Eftir... Ef við ekki fara á Mars eftir 10 ára eða eitthvað? Ég ekki spyrja mig að því, ég veit það ekki. Ég er að spyrja þig. Já, ok. Þú sem sérfræðingur í gamefræðum. Ég er gamemeistari. Þú ert gamefræðingur. Já. Þetta er innan við 10-50 ár kannski 100 ár. Nei, ég held að það sé 10-50 ár í þetta. Og ef þú fengir skilaboð bara SMS eins og bólusetningu, bara Óskar þér er boðið að taka þátt í gameferðum á Íslandi hefur þú áhuga að búa út í game? Með tæknin í dag, nei, en
ef að ég myndi fæðast eftir 2000 ár, örugglega þá var ég til í að búa út í game sko. Samt, ekki eftir 50 ár. Nei, þetta verður svolítið hættulegt til að byrja með sko. Heldur þú það? Já, Heldur þú að sé að selja geimferðir og það er stór hættulegt að fljúga með geimferðum? já, það verður svoleiði sko. Nei. Jú, Ég- það er sem að Sko- SpaceX er að plana ferð Já. til Mars. Já. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta er, en þau ætla bara að byrja á að setja svona einhvers konar höfustöðvar á Mars, bara mjög fljótlega, Já. ish. Og svo verður eitthvað fólk hérna, eitthvað að reyna að finna eitthvað sniðut og gera eitthvað. Og svo bara ætla að fara að byggja meira og meira, þannig að það verður orðið bara svona station hana. Já. Og ætla að reyna að gróðsetja sin eigin mat og bara reyna að lifa þarna og safna einhverjum vísindum. Já. Safna vísindum. Ég fann vísindi. Ég fann fleiri vísindi. Já. Og svo bara En ef þér myndir ekki vera eða þú fengið tækifæri til þess að fljúga með Icelandair til Mars. Já. Bara þeir eru bara hana Óskar, þú hefur verið valið til að fljúga með Icelandair til Mars þar sem þið ert geimfræðingur. Þú myndir bara, nei, ég treysti ykkur ekki. Það væri meira bara myndir vilja búa á plánetu þar sem ef þú myndir vilja skrepa út þá þurfir alltaf að vera í geimbúning Já. og eina umhverfið sem þú sérði er rautt eða myndir vilja bara vera hér og sjá pálmatri Ég sé engin pálmantrí hér. og getur farið í kringluna. Vá ég myndi eflaust taka við tilbúðinu og vera bara fyrsti grínistinn á Mars Já. og ég myndi slá fullt af Mars-metum. Ég myndi vera fyrsti maðurinn á Mars til að taka spretthlaup og ég Já. myndi vera fyrsti maðurinn á Mars til að og þú verið skrifaður í sögu bækurnar. Það er enda rosalegt. En hvað ef þú myndir vera eitthvað að hlaupa og svo myndir detta og kemur sprunga á hérna hjálmiðin og þú bara myndir kapna? Ég er ekkert að segja akkur ég þarf ekki að hlaupa hratt. Nei. Nei, ég er bara að hlaupa svona joggandi svona og jafnvel inni, skilur, ég er ekkert að gera það úti. Já, svoleiðis. Já. Já. Allavega til að byrja með verður þetta rosalega lítið sko. En í framtíðinu verður þetta reysa stórt. Já. Síðan langtíma planið er að reyna kannski að terraforma plánuna. Hvað er terraforming? Þá er gert eitthvað til að búa til súrefni. Sú tækni er ekki til. Já, það er verið að breyta plánutinni svo hún geti verið sjálfbær og skapa súrefni. Það verður, ég vildi að við myndum fæðast, eða hefðum svona fæðist eftir 500 ára eða eitthvað. Akkur lætur ekki bara frista þig eins og Disney. Walt Disney. Já. Það er náttúrulega ekki komin tækni til að lífga fólki við sko. Og Er svo, einhver að gera það? Skilur við, gæinn bara let sig frjósa sig. Bara, ég hafði alltaf að vera fristur. Allir bara, ok, þú það. Og hann, þeir bara vekja mig þegar þeir finni tæknina og svo er enginn að pæla þessari tækni lengur. þetta er þetta magnað, ég var að skoða þetta daginn. Svona Já. cryofreezing, ég man ekki alveg hvað það heitir. Já. En þá bara, þú getur panta núna bara, að þú pantaði svona klefa, fristiklefa Já. og borgar margar milljónir, Já. þá getur þú bara látið frista þig og svo ert þú bara geimdur í einhverjum lager þá getur tæknin orðin til. Þeir eru pottið löngu döð bara hangandi bara einhverjum kjötkæli Já. enginn að pæla í þessu. Þetta er einhver 4-5 fyrirtæki sem eru bara að sjá þetta, henda þér inn í einhvern dall og frista þig og svo bara ertu frosin. Já, bara kaupa fullt af fristikistu, Já, hanga það bara. svæfa þig og leifa að lúla í fristikistunni. Já. Mega cozy. Já, ég eins og töluðum, ég trúi á geimverur og mér finnst eiginlega ein besta bíómynd sem með geimverur er Men in Black Já. og ég held að það er starfsemi sem er bara Men in Black. Heldur það? Já, það hafa verið sightings á YouTube það sem það hafa séð hárlausa menn með jakkafötum, sortum jakkafötum með hatt. Já. Og það hefur verið tekið á svona myndavilar eftirlitsmyndavilar. Og voru þeir að eyða memories frá fólki og Ég veit ekki alveg með það. Nei. En það eflaust sko, ég held að sko, the government er að
fel eitthvað fyrir okkur og ef þið eru að hlusta núna government, þá er ég ekkert á eftir ykkur þið mig alveg segja mig frá þessu ef þið getið ef þið viljið, skilur hins vegar, já, þú veist samt allt saman þú veist hvað governmentið er að hugsa Nei. Þú veist að segja Nei, ég veit, nei ég sagði þetta ekkert vita hvað þeir voru ég veit ekkert hvað ég sagði sko já, nákvæmlega þegar governmentið er að gera government things þá kemur Kristbjörgur og veit allt um það já, varstu samt ekki búin að sjá hana vídeóið sem að NASA kom með Nei. eitthvað voðalega er þetta gaman hérna Þú var að stjórna þessu þætti sem sagt, þetta var eitthvað vídeo Já. og þetta er verið að segja að þetta sé fyrsta sönnunin að eitthvað spacey er í gangi og ég held meira að segja að governmenti sé búið að viðkynna það Bandaríkjunum skilur var þetta ekki myndefni frá okkur flugvél Jú, og svo this is the fastest thing that I've ever seen we cannot chase it og eitthvað svoleiðis og svo sér maður vídeo þá er einhver svona fljúa hratt já og svo eru bara margir hermenn í hernum sem hafa sagt bara já við sagðum alveg geimurur skilur já. Og fólk sem hefur unnið í Area 51 hafa alveg séð eitthvað svona skrýtna hluti og svo margir sem og ríkistöndin í Bandaríkjunum bara það er eitthvað í gangi þannig pott ég veit eitthvað í gangi þannig og ég er svo pirraður yfir hérna Naruto fólkinu sem ákvaða að hlaupa hann inn í Area 51 já. að það gerði það enginn Nei, það var ömurleg mæting já. Og þetta var event sem var bara biljónir manns bara já ég til í þetta og eitthvað shit ógeðslega margir og mættu kannski 100 manns já. að við ætlum ekkert að hlaupa við þorum því ekkert og einhver einn gæi hennar vörður sem stóð bara ætlum þið nokkuð eitthvað að hlaupa nei ekki í dag, kannski setna þeir eru náttúrulega rosalega þeir voru eitthvað að mæla gegn því að fólk myndi fara að hlaupa inn því að sko það er aldrei leys þeir bara skjóta fólk sem að fer inn ákveðin mörk sko hvað er það? What is problem with head, you know? in their head af hverju má manneskjur ekki fara inn á stóra eyðimörk út í eyðimörk til að skoða hver í gangi það er verið að fela eitthvað og hvað það er það veit Kristbjörgur ekki Nei. Og ég held að þessi geimverur ég held að þessi Elvis pottjætt, Elvis er túlkur Elvis er túlkur fyrir geimverur ég held að Elvis sé þarna að chilla ég held að Tupac sé að chilla þarna og ég held að Michael Jackson sé þarna líka ég held ekki Michael Jackson ekki? Nei. Ég held ekki að segja þetta hann er örugglega einhvers staðar já ég veit ekki það er eitthvað sem við getum grafað einhvern tímann setna þegar Dóran Hress hvort að gamalt fólk sé ennþá lifandi já, svona conspiracy theaters en já, þeir eru að fela eitthvað og af hverju eru það að fela heldur að við fyrir bara í masshysteríu þegar eitthvað kemur upp að Elvis sé túlkur fyrir geimverur ég myndi vera mjög slægur ef þeir var bara, já, við erum gameskip og maður bara, ok, nice og það hafa alveg komið upp dæmi og myndir og svoleiðis og fyrir starfsmenn hafa sagt eitthvað um þetta og hvort er að fá ykkur publicity, ég veit það ekki þetta er samt okkur skrítið með Area 51, þú mátt ekki sko þú er kannski að vinna þetta já. En þú mátt bara vera í þinni álmu basically þú mátt ekki einu sinni fara inn á klósett hjá annari álmið, þú er bara á einu stað og þú ert bara þar og þú mátt ekki fara inn á neinn önnur svæði innan við hvað sem er þarna hvað er þarna, Óskar? hvernig ég komst að því? Sko, ef það kemur ekki þáttur númer 40 þá veit ég hvað það hefur gerst ég er bara að segja hvað við erum að fara á svolítið erfiðan stað núna og við erum að segja að þessi geimur eru hana ég held að þessi geimur eru bara alls þar er heldur að sé eitthvað svona á Íslandi eitthvað svona geimvera? Já, ekki geimvera, heldur svona eins og Area 51 á Íslandi? Á Íslandi, þess að ég falla jökull eða eitthvað Já, Mýrdalsjökull Vatnajökull ég held að potti á toppnum og Vatnajökulli undir er svona hellir
Já. Það er þættinum hérna Kjalla. Kjalla, já. Það er eitthvað svona shit í fjallinu. Já, það er svoleiðis. Já. Það er ekki eitthvað fólk í baði eða eitthvað. Jú. Ég ætla ekki að spoila, sko. Já, mér langar að sjá þetta, sko. Nice. Já. Hór. Geimverur framleiða pottið hór. Pottið? Ég held nefnilega að geimverur sé bara mér svipar á við. Nei, ég held ekki, sko. Ekki endilega í útliti, en Ég held engan veginn svipað. Ég held að þessi ekki með 2 lappir eða 2 hendur. Ég held að þessi annarkvort geðt svona fullt af ykkur skrýtnið dóti maður. þú ættir eina bara allir bara að spila Mass Effect. Það er þá- tölvuleikur. Já, en þá lægir allir sko, alls konar mismunandi species af fólki og Það er búið til. já, Óskar. það er búið til, en það er samt mjög góðar hugmyndir eins og Krógan, það eru svona ekki beint froskar, alls ekki froskar, þetta er bara svona stórir, svona ógeðslega stórir svona lizard kallar Já. og þeir eru með 4 punga og Já. þau eru mjög frjó öllsumul og þá ákveður þeir að breiða svona veiru yfir alla plánunduna þannig að gætu, já þannig allir eru ófrjóur og myndi ekki eignast börn því að þegar börnið einhvern þá komum bara 200 börn í staðin eitthvað. Þetta er náttúrulega bara skaldskapur, sko. Já, en eru geimverur ekki skáldskapur eins og bláa fólki sem við erum að tala um? Það er ekki, sko, þú bjóst það til. Við vitum ekkert hvernig geimverur líta út. Nei, kannski eru bara stórir kallar með 4 punga einhvers staðar í lúti. Kannski. Já. En við vitum það ekki. Nei. Við getum ekki sagt bara, þetta er allt bara búið til. Hvað myndir gera svo ef Star Wars væri bara satt? Það er ekki satt, maður. Nei, sko, Heldur að George Lucas hafði bara fengið eitthvað bara vitrun. Hann var bara eitthvað taka ég sá þetta allt. eitthvað svona kaffite shit, kóabassa eða eitthvað í svett tjaldi og fekk bara vitrun á fortíðinni þar sem að Star Wars var. Hann bara veit allt hvað heimurinn var til. Já, nákvæmlega. Hann bara sko, var á síru bara góðan viðdag og þetta er bara skáldskapur sem hann bjóð til bara með leysersverð og að skera köku, skilur við. Hvað myndir þú gera ef að allt í fjarlægri vetrabraut þá væri þetta Væri bara svona steikt. eða bara swing swang jetar og eitthvað? Swing Song og Jedi og the Force og Já. Hvað myndi ég gera? Ég myndi ekki gera neitt. Ekki rétt. Hvað ætti ég svo sem að gera? Ætti ég að vera bara má ég vera með í swing leiknum eitthvað og þú bara, ert þú með máttinn? Ég bara nei. Blása græs. Já. Svo þetta Það hreiðist. Það er sem búið að búa til geislasverð, vissirðu það? Já. Þau samt þau eiginlega meika ekki senn sko No. því að allan þetta sverð sem er búið að búa til það verður svo ógeðslega stjartfræðilega heitt að það er eiginlega ekki hægt að vera nálægt í Já. og náttúrulega ef maður pælir í leysir er mjög heitur sko. Já. Þannig- En geislasverð er ekkert úr laser. Já, geisli meina ég geisli er heitur. Geislir, sko, ég held að þetta sé bara bull, sko. En talandi geislasverð, þá erum við búið í islandpoland.is. Já, sem Þeir selja ekki geislasverð. Nei, Þeir eru með kofa. þeir eru mig góða. Og fullt af öðru dóti, verkfærim og ekkur. Ég mæli mig að kíkja á það. Já. En sko, ég trú alveg á geimverur. Já, Ég get ekki sett mér mynd hvað geimvera er, en ef ég hugsa geimveru þá er það stór haus, stór augu og lítill munnur, skilur, og pingu lítið. já, þannig klassiska geimveran sem er svona Já. yfirleitt hvít bara alveg, eða svona það er grá. bara eins og við vitum ekkert hvernig Jesú leit út. Við Nei. vitum ekkert hvort að hann hafi verið til, skilur við. Nei, Hvernig veistu að sófinn þinn heima hefur sé til? wow, Já, það er bara góð hvernig spurning. veistu það? Akkurat núna? Akkur núna. Þú hefur enga sönnun um það. Wow, Ah, ég var alltaf að fá núvitund. já, Ég fór alltaf að hugsa hvað ef þetta herbyggi já. er það eina sem er til núna? Það er þetta er eina sem við sjáum, er bara það sem við erum hérna fyrir framan okkur. Wow. Við vitum, sko, það er ekki fyrir að einhver ringir í mig, einhver annar, bara, halló, þá bara, já, hann er til, skilur við. Já, En annars veit ég það ekki fyrir bara út af bara minningum og eitthvað svo leiðis. já, Heimurinn getur verið farin núna, Óskar. þetta er rosalegt. Þannig að ef að kemur 30-40 ekki út, þá er bara, vitið það, það er eitthvað. Þá bara hurfu við.
Já, það var bara svoleiðis. það er bara svoleiðis. Já. En sko, geimverur, Já, hvað finnst þér geimverur? mér finnst það, ég þekki enga geimverur. Við erum allir Sko, strákanir. hugmyndin er góð og Já. ég held að geimverur séu góður, annars væri við ekki til. Já, þú heldur að ef að það væri eitthvað vant þá væri það nú þegar búið að drepa Já, pottþétt, sko. Já. Þetta er samt rosalega mikil fjarlæði eins og við komum staðana eitthvað í 12. veldi sinnum 20 Já, þá það er svolítið vesen sko já. eins og Nei, ekkert fyrir geimverur sem er bara næsta svo kallega jörð sem að við erum búin að finna sem er næst okkur það er alveg mörg ljósár í burtu sko. Já, en hver segir að kannski er bara heil þjóð af moldvörp. Já, það var þetta mjög fallegt. Akkur var það fallegt? Æ, ég bara pældi þau eru með göng út um allt. Já, og var það bara svo fallegt Músímú Erum við þá að pæli að þetta væri bara moldvörpur? Nefna það væri bara með meiri svona bara með keinatala og spá í hlutum og svona. Smá bara brainiacs. Nei, ég bara þetta væri bara fólk sem byggi í jörðinni. Já. Skilur, heimurinn fór í fokk til fokk og þau myndi bara þurft að flýja í jörðina og búa þar. Ofan í jörðinni. Ofan í jörðinni. Já. Ég vona að það veri aldrei þannig hér. Nei, þá myndir bara sjá bara brúnt. Bara brúnt, já. Og þá myndir vilja fara á Mars. Já. Það er klart, appelsínugult er aðeins betra en brúnt. Já. Eins og bakgrunnin hér. Sko, mér finnst bara geimverur cool. Ég svo sem ekkert pælt eitthvað mikið í þeim. Þú voru ekki pælt í þeim? Ég var alveg pælt í þeim, skilur við. Ég var alveg horta á svona bíómyndir og hef alveg gaman af science fiction og eina sem ég vill bara að fá betri tækni með að gefa okkur eitthvað aðeins smá svona. En þess vegna held ég að við séum bara tilraunaverkefni. Já. Að það er enginn að gefa okkur smá boost, skilur við. Bara svona, hei, fá hérna, lesa byrju, pípjú. Og gera eitthvað með það. Við svo náttúrulega við erum konum með þess að síma sem við erum með. Þeir voru ekki til fyrir 20 árum. Shit. Sko, ok, eina sem þessi sími hefur gert mér er að ég hangi meir í honum. Já, það er að ég er bara að spila tölvuleiki í þessu fyrirbæri og ringja og senda skilaboð. Já, horfa YouTube og YouTube. Ég gæti alveg nota bréfdúfur. Já, það virkaði líka. Já. Notaðir þú einhvern tíma svoleiðis? Nei. Ekki? Nei. Ég notaði alltaf svoleiðis. Já, og það? Já, í sveitinni, það virkaði langt best. Já. Landlínunum var biluð, það bara sendur í dúfuna. Vantar mjólk. Mér finnst það er svona, þú finnir landlínan. Þegar annað gömlu símanett, þú setur svona röri í eira á þér, svo snýrir við eitthvað. Já. Eitt stutt, eitt langt, þá hringdur í einhvern og svo gæstu bara hangi í þessu og hlusta á alla tala. Já, það var saga á Hvammstanga, held ég. Þar var ein kona sem var búin að setja hátalara í hvert einasta herbergi til að hlusta hvað var í gangi. Ó, guð. Ég veit ekkert hvort það hafi verið á Hvammstanga, en það var einhver kona sem gerði þetta og var bara að hlusta á samtöl hjá fólki. Já. Og svo var komið bara svo mikið álag á kerfið. Já. Og það var farið að rannsaka þetta og það bara kom einhver bara fundir út að það var bara hátalar í hverju herbyggi hjá þessari konu og hún var bara hlustandi á all samtölu. Holy shit. Og hún þurfti að vera slögt af því og þetta mátt ekki. Nei. En hvað er hún í dag? Ég veit það ekki. Þetta er bara saga, Óskar. Já. Ég veit ekki hvort þetta er satt eða ekki. Eina sem ég veit er hérna inni, skilur við. Það sem er hérna inni. Þetta er eina sem er til akkurat núna. Já, fyrir okkur. Já. Pældi bara að allt annað sem nokkuð tíman hefur verið er bara ekki núna. Já, ég veit það ekki. Kannski bara núna hinum með veginn er bara hvítt. Já, þau löpum út, þá löpum við ekki neitt. Já. Ég veit ekkert hvað er hann hinum meginn, skilur við. Nei. Ég held það bara. Já, það er sem við trúum. Við bara trúum að það sé klósettina hinum með veginn og gangur hérna á bak við þig. Já. En kannski er ekki neitt núna. Nei. Þetta er svo speysað. Þetta er rosalegt. Sérlega með breinið þitt í dag. Já, ég er svo kvefaður í hausnum. Já. Ég er bara út úr heiminum sko. Bralla leiðslausu stíplaðar. Jóp. Eitthvað að tala það aðeins meira. Dipp. En Óskar minn. Já. Sko, geimverur. Já, elskan. Nei, elskan. Hverju sagði þetta? Ok.
þó að það er bara ég og þú í þessu rými og vitum ekkert hvort að fólki fyrir utan sér til Nei. þá þurfum við ekki að ganga bara í second base strax. Ég bara var orðinn stressaður. Já, það. Já, Elskan. Geimverur segir. Geimverur. Já, Sko, ég held að við þurfum að finna einhvern svona ambassador fyrir geimverunar. fyrir geimverurnar. Jóngnar, eða kannski hinn. Joe Biden. Nei, vinnur hans, frændi minn, Sigur Jón Kjartansson. Já, Þeir eru kannski bara báðir rosalega góðir í að, talaðu geimverur. já, Og ég held að við ættum að hafa svona geimverudeild mm, sem er opin með opin skjöl, ekkert að vera að fela frá almúanum. Nei. Og er bara svona að spjalla við geimverur. ég held að þessi búið að senda nú þegar, ég held að sé til einhver svona deild, sko. Ég held að sé til einhver staðar in the White House eða einhver staðar bara svona geimveru specialist in case eða að koma. Já, Það er eitthvað preparation til, sko. já. En síðan er búið að senda gerfinött. Það var gert fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það er búið að senda einhver gerfinött einhver stóð út í game. Já. Og hann er bara með einhverju tónlist og held í þáttum eða eitthvað. Bara svona, þannig ef einhver sér þetta þá geta þær fundið bara séð, þú veist, leiðaljós eða eitthvað. Vá. Hort á leiðaljós bara, hvað voðalegt drama er á þessari plándu. En, já, óskar minn, þetta er bara heldur komið gott í okkur í dag. Þú ert orðin þreytur. Ég er þreytur og ég er bara latur og Stundum er þetta bara erfitt. þetta er ekkert erfitt. Fokk. Já, stundum kemur þetta bara ekki alveg flowing, sko. Víst, ég náði ógæslega miklu flæði. Þú varst rosalega góður, sko. Ég gat alveg talað um geimverur. Já, þú varst góður að tala um geimverur. Já. Ég er geimvera. Ég er geimvera. Og En mér langar bara að segja að við erum í boði islandpoland.is. já, við erum á Facebook, Instagram, TikTok og Twitter. Við erum ekki á Twitter. Nei, við erum ekki á Twitter. Nei. Annars væri government að fylgjast meira með okkur, sko. Já, það er svoleiðis. Ég er svolítið hættur að maður setja hana þátt í loftið, sko. Já, Ég veit ekkert hvað gerist. kannski verður bara engin ferðarstu þáttur. Já, ef það verður engin þáttur í næstu viku þá veit ég hvað hefur komið fyrir okkur. Þá vorum við bara farnir. Eða, bara, Hver veit, sko. annarkvort trúir því ekki. En bara, ég ætla bara að segja bara takk fyrir okkur og afsakaði hvað ég kvefaði. Já, við skulum leyfa þér að hvíla þig og svo sjáast þið hræsur kátt vonandi í næsta þætti. Gerum það. Takk. Takk, verið sæl.